Hvað finnst þér, að því að ég, þetta er búið að vera svolítið í hausnum á mér síðustu dag og ég skrifaði grein fyrir nokkur dögum á hún það hversuna foreldrar ættu ekki að leyfa börnunum sínum, þá er ég að tala þú veist, undir 18 og bara að drekka áfengi og ég fengi alls konar viðbrögð. Hvað fólk að mótmála því? Sumi fólki finnst að það sé rosalega sniðugt að kynna börnin sín fyrir áfengi og hvernig ég að nota það. Og ég er bara svo ógeðslega ósamála. Í fyrsta lagi held ég kannski er með aðeins, hvernig er orðið þetta? Ég er hlindur í að fólk gerir nákvæmlega sem vill gera. Já. Og ég er meiri segja með það svona oft skrýtnar eða það brútal skoðanir í þess að ég er á því að fólk ætti að geta keypt sér eiturlyf, bara kókaín, heroín, whatsoever, bara út í sérverslun fyrir það, fyrir neyslu, skilurðu. Ég er ekki að segja að það eigi að vera aðgengilegt í matvöruverslunum eins og melabúðinni. Nei. En ég held að bara afglæpavæðing og lögleging neysluskammta myndi taka okkur rosalega langt, bæði í forvörnum, af því þá getum við nálgast hópinn meira sem að nota, minnkar fordóma og sjáum við að það er töluvert stærri hópur að nota fíkniefni. Í fyrsta lagi þá er áfengi fíkniefni. Já, mjög skaðlegt. Eitt af því versta. Hver að spyrja, já, og með áfengi, ég fyrir mér bara eiga á áfengi og börn bara ekki samleið. Nei. Og mér finnst meiri segja, og ég er ekki að segja, mér finnst ekki allt í lagi að fólk fá sér, segjum að það eru áramót og fólk fá sér eitt bjór og eitthvað er að sprengja flugvelda eða fá sér vinglas með matnum, eitthvað svona eldæmi. En mér finnst þetta með galin pæling þegar fólk fer upp sumbústað með börnum sínum og allir er hrinn í það og börnum er inn í herbyggi sofandi. Mér finnst það mjög óábyrgt. Mér finnst mjög óábyrgt að setja upp þannig aðstæður og það sé enginn í þeirri aðstöðu að vera fullkomlega heill til þess að Einmitt. Þannig að eitthvað kemur upp á bara svoleiðis þótt, þess vegna mér finnst það að vera óábyrgt og ég er ekkit alveg með fullmóta skoðun á því hvort að ég er á því að við helst ekki að kynna fólki fyrir áfengi af því að ég held að við getum breyst sem samfélag og við getum, ég held að áfengi mun alltaf fylgja okkur að einhverju leyti og sérstaklega meðan það er svona löglega fíkniefnið. Já. Ég veit það ekki. Ég er samt líka alveg hlindur því að það sé opnara samtal milli foreldra að þeirra krakkar, ef að krakkar ætla að fara að gera hluti og þá segi ég meira þess að hvort sem að séu áfengi eða fíkniefni eða eitthvað svona sem er bannað, tabú, að það sé betra að vera í trausti og traustu samskiptum við forráðamennina sína í staðin fyrir að þú sért að testa það í aðstæðum sem að geta verið lífshættulegar eða í aðstæðum sem geta leitt af sér bara þyngri neyslu út af þyngri eitthvað, veistu ekki hvað ég er að fara með þetta? Já. En ég er ekki með fullmóta að skoða ná þessu. Nei. En ég er rosa hlindur því að við drögum ég held ekki, ég veit bara skaðaminnkun eins og frú Ragnheiður bíllinn gerði fyrir sprautufíkla og ég man ekki nákvæmlega, ég var að fá skilaboð frá nýju félagi sem er að sem fólk getur komið og notað og getur látið mæla efnin sín sjá hvort það sé nokkuð fentanýl í því eða Já. Mér finnst það algjör snilld og nefúðin sem ég man ekki hvað heitir sem er inn á skemmtistöðum sem er ef að fólk er óvidósa á ópíóðum og þá er svona einhver nefúði sem að og ég veit ekki eins og hvað hann gerir nákvæmlega en þetta bergar mannslífum